Nú, við sjáum hérna á sniðunum að, eða hvað sjáum við á sniðunum? Það er kannski bara sjáanlegt hérna. Við sjáum að hérna er létti veggurinn, timburgrindaveggurinn, að þakið nær ofan á grindina, þannig að grindin er hérna að bera þakið og þetta er hérna hluti af þakinu og svo er það klætt með áli hérna upp fyrir. Hvernig ætlum við að gera það og það er eiginlega þá eins sem við ætlum að gera með stiftvegnum þó að það sé hérna bara steypan upp alveg að þá ætlum við samt að gera þannig að frágangurinn á þakinu verði eins allan hringinn, þannig að það sé ekki eitthvað öðruvísi frágangur hérna heldur en hérna, þannig að ég ætla að taka á báðum veggjum, sést mjög vel hérna, að lækka sem sagt aðra brúnin á veggnum og skilja þessa hérna eftir hérna og þá eins hérna ætla ég að lækka þessa brún hérna á stöftavegnum og síðan kemur bara að steypa hérna í staðinn og þetta lítur út eins og heill veggur á endanum. Til þess að fá þennan steypta kraga hérna þá ætla ég að gera þetta. Nú skoðum þetta. Ég þarf að opna þá fyrir og ég fer hérna í vegginn og editera skilgreininguna á honum og fer hérna í edit structure og ef þetta er svona í ykkur þá verður það að stækka þetta með þessi að preview hérna stækka þetta. Hérna vil ég hafa þetta í sniði og ég summa mig hérna inn, vel flötinn og summa mig aðeins inn og þegar ég kom hérna inn þá vil ég setja modify og þetta hérna á að vera læst. Þannig að þetta fyrir í efsta kota, top constraint. Þetta hérna vil ég hins vegar hafa opið og þetta vil ég hafa líka opið og þá hef ég það þá fæ ég hérna base top extension distance fæ ég hérna næstur í fyrir neðan og þá get ég lækkar þess að hérna brún niður eitthvað ákveðum. Ok, þá er ég búinn að breyta skilgreininguna á veggnum þannig að núna fá alltaf tvær pílur hérna og hvað á þetta að fara langt niður, sjáum það. Ég var rétt þá að þetta var 625 hérna. Þá er eiginlega bara ágætt að búa til hérna, kópera þetta hérna niður 625 og við getum hent því hérna út fyrir því að það er ekki hluti af því sem ég vil sjá og þetta var bara að heita þak mínus 625 og þá hef ég svona físíska línu hérna sem þetta fer niður og síðan á þá þakið að liggja á þessu hérna. Nú það er ágætt að gera þetta hérna í það er ágætt að fara hérna í snið á þetta er snið kannski hérna því ég var að vinna með hérna hérna vegga, þá fyrir ég sniðið hérna og segja go to view og núna gæti ég aligna að hérna þessari brún hérna og læst hérna við og þá sjáum við að það er vantilega komin gildið með 625 mínus þannig að veggurinn fer upp í konstreynið, top konstreynið þak með engu offseti þannig að efstu punkturinn fer beint þar upp í en svo er þá þessi viðmiðunar punktur okkar sem
er þá opni lásinn sem ég opnaði fyrir, að það er þá 1625 neðar og þá er það akkurat þessar línu hérna. Núna get ég gengið alla veggina eða ég bara mála upplýsingar á þessum yfir á þennan og yfir á þennan og yfir á þennan og þennan. Ekki hérna. Held ég, þetta fer bara, þetta lækkar bara og verður upp undir þak. Og svo ætla ég að gera eins með þess að veggi hérna. Ég ætla að fara hérna, section, modify og segja steypan modify, steypan á að vera ég myndi segja steypan er læst, þetta er opið. Já, steypan læst. Bingo. Og þá get ég bara valið þessa veggi hérna. Og ég veit að þeir eru allir alveg hérna og sagt að þeir eiga að vera -6, 2, 5 eitthvað var þetta vitlaust að vel, það hljómaði vitlaust að hann. Já, álið á náttúrulega að vera læst, þetta var opið og steypan á að lækka. Þetta var náttúrulega smá skekkja í kollurum og þá sjáum við að álið er klæðningin fyrir upp fyrir. Og núna er ég komið með raunni på þennan vasa, alveg svo ég var með hann hérna og get síðan teikna þá þakið hérna inn í þessu hérna og svo ætla ég þá að gera raunni setja svona steiftan kant með þakinu hérna líka. Þannig að þetta er so far so good.